setur hann eins og beint á Patrik Pedersen fljótur átt að sig með Jónatan Inga. Jónatan Ingi setur í gírinn hér, setur undan síðan á Lukas Loga, nei Albin segi ég. Hér aftur á móti Lukas Logi, fær hann aftur frá Jónatan og hér kemur síðan skotið! Frábært mark hjá Valsmönnum! Þvílíkt spil hér! Jónatan Ingi og Lukas Logi Heimisson sem hamrar hann niður út við stöng! 1-0 Valur! Frábært mark hjá Val, en hvað var að gerast í varnarleik KR? Þeir voru eins og 11 áhorfendur hann í kringum Jónatan Inga og Lukas. Ég hlakka mikið til að sjá þetta, ég eiginlega hálf gátt það. Þetta gerðist allavega eins og hendi væri veifað. Sjáum hérna, hér Lukas, Jónatan. Orri Sigurður tekur boltan þetta með sér upp, kemur sér með sendinguna beint á Axel Óskar sem á ekki góða sendingu beint á stólum. Þá kemur Jónatan kemur inn í völlin. Jónatan skilur hann síðan skemmtir eftir fyrir Lukas. Lukas, nýtt skotið! Hvað er að gera? Lukas Logi Heimisson byrjar hagförum og hann er bara í halssendingunum. Það er óhætt að segja að Ögmundur hafi hefnum með sér hann á. Ójá. Benoni og hér kemur Aron með skotið! Hann nær að skora úr þröngri stöðu! Aron Sigurðarson kemur KR hér inn í leikinn allt í einu! Ég held að skotvíkillinn væri orðinn á þröngur en ekki fyrir Aron Sig! KR kom inn í þetta allir! Heldur KR er á lífi, KR kom inn í leikinn, þetta er það sem vorum að tala um. Við þurftum svar frá KR. Okkur fannst við sjá það svona í augunum á þeim út á vellinum að það væri eitthvað að gerast en þeir hafi ekki komist nóg nálægt markinu á KR, hjá Val. Þetta er munið á það. Og þeir markafölumeistarar. Það eru hér rekast tveir KR-ingar saman. Patrik Pedersen og komin á þeir. Patrik Pedersen skorar! Valsmenn refsa hér grimmilega! Patrik Pedersen skorar sitt 14. mark á tímabilinu og Valsmenn að fara núna ekki langt með þetta. Hlaupa þarna tveir KR-ingar saman, slísalegt var það og Patrik Pedersen refsar grimmilega. Sýndist uppbótartíminn, já, 5 mínútur. Hér er Orri setur hann hér í gegn á Tryggvar Hrafn Haraldsson. Tryggvi kominn í dauðafæri, Tryggvi 4-1. Valsmenn ganga lagið og reka hér. Já, síðasta naglan í kistu KR-inga. Það var nákvæmlega sem við sögðum þegar Orri Hrafn kom inn, nei þegar Tryggvi Hrafn kom inn og hann myndi ógna aftur yfir í línuna hjá KR. Frábær sending frá Orri Hrafn í gegnum vörnina og í svæðið. Þegar Tryggvi fær þetta svæðið, þá er nú sjaldnast að sögumspyrja að klára þetta vel. Já, Tryggvi Hrafn Haraldsson að koma sér hér á blað. Undirbúningur frá Orra Hrafni. Vara mennirnir að vinna hér vel saman.